Já, Rakel, nú bara að styttast í þetta, hvernig svona, já, staðan á framleiðinu? Staðan er bara góð, við erum bara búin að æfa vel og þétta ræðurnar og hópurinn lítur bara vel út. Við erum bara mjög spennt fyrir komandi tímabili. Og svona, það verður ekkert sett strik í reikninginn og að þú og Arna væru fjarri svolítið tíma núna í ágúst? Nei, þetta eru svo mikla fagmenn þessar stelpur og við fengum góðan aflýsingar þjálfara. Hún Hildur Þorgeirs sá æfingar á meðan og þannig að við, þú veist, auðvitað er þetta ekkert ákjósanlegt að báða þjálfara fari en þetta var bara ferð sem var löngu ákveðin. En það var ekki að sjá þegar við komum tilbaka. Þær voru bara í flottu standi og búin að æfa vel hjá Hildi og bara stelpurinn búin að lengi saman og þekkjast vel og hópurinn bara hann þéttur. Þannig að svona eru verulega breytingar á hópnum eða hvað? Hvað segirðu, verulega breytingar? Nei, við erum náttúrulega búin að fá Darju í markið til okkar, auka breytina líka þar. Við erum komið með Hildi Lilju sem er líka til þess að auka breytina hægra megin á vellinum og annars erum við bara sama hópa í fyrra, auðvitað missum út Hörpu sem fór í nám og við missum Elnu líka en annars erum við bara að vinna svolítið áfram bara frá síðasta vetri og með komu Arnars erum við líka bara að bæta við og fá púnta frá honum og hann kemur með sitt inn í liðið sem er bara frábært. Já, og svo ekki náttúrulega er þú áðinn, skipstjórinn á skútunni, sem er kannski breyting frá því fyrir líka, það er ljóta að koma aðra áherslu með nýjum svona leiðtoga í hópnum. Já, en enga síður þá erum við samt að vinna með þennan grunn sem við vorum að vinna með í fyrra og höldum bara áfram að byggja ofan á það og eins og segi, með komu Arnars líka bætum við þar með já, bara eins og segi, við erum bara mjög spennt fyrir komandi tímabili. Og svona, það þarf ekki að tala markmiðin, þau eru náttúrulega að vera í efstu röð, en hvernig svona sérðu deildina fyrir þér? Já, Fram er auðvitað klúbbur sem vill alltaf vera í fremstu röð og það er alveg klárt mál að við viljum vera svona ofarlega í töflunni og setja marki á kannski að koma okkur í heimaleikjarétt í úrslitakeppni. Það er alveg ljóst að Valur er með gríðarlega sterkt lið og þetta handhafi allra titla og í raun og veru bara búið að bæta í frá síðasta tímabili. Þannig að það eru svona liðið sem til að sigra í vetur. Svo eru þetta Haukar líka búin að bæta hana voru eldust síðasta vetur og nú búin að bæta Rut í hópinn og Söru Sif í marki þannig að það verður mjög erfitt að mæta Haukunum líka. Svo eru bara fleiri lið, Selfoss er að koma inn í deildina, gríðarlega öflugt lið með sterkan heimavöll og bara mjög sterka leikmenn. IBF alltaf erfitt, sterkir leikmenn, sterk vörn og með Mörtu í markinu. Þannig að þetta er svona, ég sé fram á að verði samt aðeins jafnari kannski deild og ég vona að verði aðeins jafnari svona heilt yfir, að verði ekki svona stór bil á milli liða eins og kannski við sáum aðeins í fyrra. Þannig að ég er að vona á Ólsdeild kvenna að verði aðeins sterkari núna í ár.